heyrðu, við ætlum að halda áfram að tala Trump. Við höfum talað áhrif stefnubreytingar ríkisstjórnar Trump á öryggismál í Evrópu. Við höfum talað áhrif Trump bara á öryggismál Íslands og fleira og alheimspólitíkina og hvernig svona færast úr heimi sem kannski einpóla yfir í fjölpóla heim og það sem virðist vera að Trump lítur svo á að hann og fulltrúar annarra stórvelda í að skáka heiminum. En Trump að gera mikla breytingar víða innanlands sambandi við ýmis mannréttindamál og fleira, en hann líka stendur fyrir svona efnaðarstefnu. Hann vill auka tolla á milli landa og hann vill skera niður ríkisveldið við trog og til þess að svona aðeins að glögga okkur á þeim breytingum og kannski hvort það séu líkur á því að þær breytingar muni breiðast heiminn hingað kominn Þorvaldur Gylfason, prófessor. Þetta velkomin. Takk fyrir. Herðu, ef ég myndi spyrja þig, hver efnahagsstefna Trump? Geturðu svarað því? Nei, því að hún engin. Sko, leið mér að byrja þessu. Sko, ég hef fylgst með Trump sumpart og návi í 50 ár. Og ég gerði mér snemma grein fyrir því að maðurinn bæði bjáni og bófi. Ég var einu sinni síðan og það var þegar við frú Caritas fórum að gangi á 5. tröð, eins og Einar Benediktsson kallaði Fifth Avenue, að þá bara gerist það skyndilega að Anna bara rekst á Trump og gengur upp í fangja á honum. Og þau hrökkva bæði undan og svo gengur Trump frá og svo lítur hann tilbaka og segir wow, 10! Og þau skemmtum okkur vel yfir því. Það er einskiptið sem ég sá hann. Ég þekki fullt af fólki sem þekkir hann og sem sagt bján og bófi, en svo hann bara líka gangster, sko, big time. Og svoleiðis menn þurfum ekki að hafa stefnu á neinu sviði. En gangster geta hafa plan, eða ekki? Já, nei, hann hefur það ekki og hann með tóma undirmálsmenn í kringum sig á öllum sviðum, sko. Það er bara valinn maður í hverju ráðherrasæti hjá honum. Það er sér valinn neðan frá, sko. Þetta eru kynferðisafbrotamenn og sadistar og alkoholistar og svo framvegis og það er eina fólkið sem hann telur sig að hafa stjórn á og sem honum líður vel með. Þetta gengir að breyta heiminum. Enda er hann þannig sjálfur. Sko, það sem að gerast núna er bara myndbirting alvarlegs siðrofs sem hefur orðið eiginlega allan heim, en höldum okkur bara við okkar nágrenni sem er Norður-Ameríka og Vestur-Evrópa. Og sko alvarlegasta og gagngerasta myndbirting þess er makalaus ákvörðun Hæstaréttar Bandaríkjamanna, þar sem sitja bara stjórnmálamenn sveipaðir skikkjum, sko, til þess að vilja sér heimildir. Og þeir ákveði það 2010 að það þurfi að aflétta öllum hömlum á fjárframlög til stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka. Og þegar það er gert, þá bara opnast flóðgáttir fjár frá auðmönnum sem eru fleiri republikana megin heldur en demokrata megin til stjórnmálamanna og flokka, og núna bara hefur það boð verið látið útganga að hvaða republikani í þinginu eða annar staðar sem rís upp gegn Trump eða andmælar honum með minnsta, að hann verður rúineraður á næstu kosningum, bara með fjáraustri sem Elon Musk og Peter Thiel og þessa gæja sem þeir finna ekki fyrir. Og þetta var bannað eins og það átti að vera til 2010, en þannig bara Hæstarétti á mjög alvarleg mistök, allt með ráðum gert og það leggur grunninn að þessum ósköpum sem við erum núna að upplifa, að maður sem er bara háttsetti menn í ríkisstjórnarnas 2016-10 bara kattan hálfvita ensk orðið er moron og sem ég segja idiot og bara svona er þetta, og hann hefur ekkert söguskinn, hann hefur enga þekking á einu eða neinu. Hann svindlaði sér örugglega í gegnum háskólaprófið í Pennsylvania, eins og sést á því, og nú er ég komin að spurningunni sem hún lagði fyrir mig. Ef það er eitthvað eitt sem nemendur taka með sér heim úr inngangsnámskeið í hagfræði, þá er það að tolla ber að varast eins og pestina, því að það er alltaf til betri leið, hagkvæmari og réttlátari leið að settu marki. En ef þú ert forseti sem mæltir með stíflueyði sem lækningu gegn COVID-bakteríunni, veirunni, að þá ertu forseti sem að mæli með tollum þvert gegn ráðum allra. Það er engin tilviljun að allir hagfræðingar
alveg óháð stjórnmála og skoðunum og svoleiðis, gerir sér grein fyrir því að tollar eru alltaf skaðlegri heldur en aðra leiðir sem eru færar að sama marki. Og þetta skýringin á því að tollar hafa lækkað konsekvent alveg frá stríðslokum í áföngum, en samt bara í áföngum en ekki bara í einum rykk, vegna þess að það eru sko hagsmunir bundnir við óbreytt ástand í tollamálum. En samt það þannig að sko tolla meðaltalið af innflutningi í heiminum, að það hefur lækkað úr hvað þetta 8% niður í 2% á síðustu 20 árum. Og þá settum við sérstöks stofnun sem breytti síðan í heimsviðskiptastofnunina til þess að halda utan samningana sem þurfti til þess að gagnkvæma samninga til þess að ná þessum árangri. Ég varst að Trump hafi hugmynd það sem ég var að segja núna og hann segir bara að tollar eru fallegasta orðið í orðabókinni. Bara gaga. Og stofnir svo til tollastriðis sko við bandamenn sína ekki síðan við alla. Við Mexikana, Kanadamenn, Evrópu, Kína. Já, og það er ekki einn maður sko í hagfræðiteiminni kringum hann sem bregst við þessu. En ef það er þannig að annarkvort að þeir vita ekki, af því að þeir eru idjótar líka, eða vegna þess að þeir þorað ekki. En ef þetta er þannig að 2010 þá er opnað fyrir það að auðkýfingar geti eiginlega ráðið í hverju lifa og deyja í pólitík, en þess að ef það er tekið af þér sko fjármagni sem þú þarft til þess að halda þér á þingi, þá ertu bara búin að vera. Að þá getur maður spurt, ég meina, en þessir aðilar, Musk og Thiel og fleiri, þetta hlýtur að vera stefna þeirra, þeir hljóta að vera fylgjandi því að vera settið tollar. Drottinn minn dýri, ég meina þeir eru aldrei upp á hvítum heimilum í Suður-Afríku. Þeir eru aldrei upp sem á farsista-heimilum í Suður-Afríku. Já, en trúir því að þeir telji til dæmis að þessi stefna sem að Trump er að reka, þótt að þú lýsir sig eins og sé tilvíðanlega kenda eitthvað svona, að það sé ekki stefna sem að þeir vilji knýja í gegn? Maður er ekki heitt að tala tollana, maður er heitt að tala sko alvarlega niðurskurð á ríkis ég hef ekki orðið var við það að þessi menn Musk og Thiel sem þú nefnir og við hafi látið tollamálin til sín taka. En þetta eru svona keðjusagargæjar og sko keðjusægir náttúrulega henda til skógarhöggs sko á sínum stað. Vel er farið með öður. En keðjusægir henda ekki vel í mannlegum samskiptum, þetta vita allir. Og stjórnmál snúast mannleg samskipti og þegar menn þess vegna láta mynda sig með keðjusægir sko, eins og ég held að Musk hafi gert og forseti Argentínu hefur sannarlega gert og þingmenn republikana hafa sannarlega gert, að þá ættu menn í siðuðu samfélagi að þar með bara segja sig frá sko, segja sig úr samskiptum við aðra sko. Og þetta var til margs villimennskuna sem þarna uppi. Það sem að þeir eru að gera Musk og Thiel með því að berjast fyrir þessum niðurskurði sko, með því að segja fólki upp og dómstólar segja þessi ólöglegt núna og allt hvað eina. Það er bara það að stefna ríkisfjármálunum í voða til þess að búa í haginn fyrir frekari skattalækkanir handa auðmönnum eins og þeim. Það má ekki gleyma því að einhvern mesta sukkið í ríkisfjármálum Bandaríkjanna á síðustu áratugum var einmitt á fyrsta tímabili Trumps. Fyrir það eina sem hönda á festin sem hann gerði þá var stórfelld skattalækkun handa auðmönnum. Þannig að þriðjungurinn af þeirri ríkiskuld sem að Bandaríkin glíma við núna var til á fyrra kjörtímabili Trumps. En Biden dróði það ekki tilbaka? Nei, það er alveg furðulegt. Margt af því sem að Trump gerði og þótti furðulegt á fyrra tímabilinu að Biden dróði ekki tilbaka. Nei, ég vísti því að hann myndi svara því þannig að bara hann hafði svo mörg horn að líta við að rífa sko Bandaríkin upp úr efnahagsafleiðingum heimsfaraldursins og þess áttar. Þá getur verið snjallt að leggja skatta á hinna allra ríkustu. Já, en það gerði Biden ekki. En þú nefndir Milei, forseti Argentínu, hann hefur farið með keðjusög á ríkisreksturinn í Argentínu, komist upp með mikið, en það er nú einhver svona, hann hefur ekki jafn sterkan stuðning í þinginu eins og Trump hefur heima við sér.
En ég hlusta stundum á svona hægra podcast sem er framleitt óheirilega mikið af á Íslandi. Hlutir að vera oframleiðsla á svona hægri podcasti. En ég heyrði eitt segja það, að árangur Milei væri svo stórkostlur í Argentínu að það veri óhjákvæmilegt annað en að þessi efnaðastefna myndi breiðast út, ekki bara til Bandaríkjanna, heldur til Evrópu. Hverju svarar hagfræðiprófessorinn þessu? Ég tel það vera algjörlega útiloka. Bara það hann skuli skreita þessi með keðjusög, það segir mér það, hvað hann segja, nokkur efi komist að dagar hans eru taldir í fórustu fyrir fínu landi eins og Argentína var og er stundum og getur verið. Þá vísandi þess að í síðastlið sumar að þá var verðbólgan í Argentínu held í 190%, nú erum komin niður í 100%. Er þetta ekki árangur? Jú, þetta er árangur að sínu leyti, en sko bara hinn hliðin á málinu er svo að þetta bitnar mjög á mörgu fólki, ekki síst láglauna fólki, og það er nú þekkt að því að fara út á göturnar þegar að jarðbakkan slegir í Argentínu og það er þegar byrjaði að gerast og það getur átt eftir að það gerast, en sko sögulegu bakgrunnir þessara atburða í Argentínu skiptir máli. Sko Argentína var eitt ríkasta land heims fyrir 100 árum og margir spáðu því að Argentína væri framtíðarlandið og ekki Bandaríkin. En síðan lokuðust markaðir í kreppunni fyrir Argentínu og forríkir landeigendur réðu þarna lögum og lofum og smám saman bara breytist Argentína úr hátekjulandi miðað við heimsbyggðina niður í miðlungstekjuland. Og þar var það Perón og Evita sem sátu á valdastóli og þeirra efnahagsstefna var mjög hæpin og leiddi til þess að Argentína breyttist í svona verðbólgubæli eins og Ísland var löngum og Tyrkland og smám saman gengur þetta fram af herforingjónum þannig að þeir taka völdin og Argentína er svívirðilegt gerræðisríki þangað til herforingja stjórninni var stift á miðjum 9. áratugnum og þá vöknuðu vonir að Argentína gæti aftur og endurheimt fyrri tign og svarið sig í ætt við lýðræðisríkin og þess áttar og það virtist vera að ganga eftir Argentína tapaði stríðinu Falklandseyjar við Breta og herforingjarnir voru settir til hliðar en uppgjörið við þá var mjög ófullkomið fæstir þeirra þurftu að sæta ábyrgð á glæpum sínum heldur voru sakirnar fyrirgefnar af einum forsetarna sem að við tók hét Carlos Menem og síðan hefur stjórnmálabaráttan þarna á lýðræðisgrundvelli snúist átök milli arftaka Peróns, ennþá kallaði perónistar og þeirra sem að telja sig geta boðið betri hagstjórn og núna er Milei sem sagt fulltrúi þeirra sem að telja sig geta storka perónistum nema bara að þessi sveiflugangur í stjórnmálalífinu þarna hefur verið þannig að núna er komin alveg afleitur fulltrúi þeirra sem að skilja það að perónismin var misefnaður en ég bind vonir við það að fólki í Argentínu sjá í gegnum þetta og þessi keðjusögagæi verði settur til hliðar þar sem hann á heima og helst enn lengra og þá geti Argentína aftur náð sér á strik. Við mér að segja þér persónulega sög. Það hringdi síminn heima hjá mér allir sé ekki 20 ár síðan og það var bláókunnu kona á miðjum aldri sem að sagði við mig að mig langar að fá að spyrja þig mitt því að ég á barn og tengdabarn í argentínskri borg og þau eru hugsað að koma sér þar fyrir og það óhætt og ég hugsaði og ég sagði við hana að nú erfitt fyrir mig að segja það en ég hef þá trú að það er svo mikið af góðu fólki í Argentínu sem einnig inn í stjórnsýslunni og sem að ég treysti til þess að snúa ofan af vandræðagangi perónista í efnahagsmálum þannig ég held að fólki þitt í Argentínu eigi bara að vera þar áfram og það sé nokkurn veginn örugt. En þegar ég horfa að setja tilbaka þessi ráð mín til bláu ókunnur af konu
að þá sé ég það að ég var eiginlega bara partur af þessari bjartsýnisveiflu sem að reiði yfir heiminn sko eftir falla kommunismans og þess áttar og brestirnir því öllu byrju ekki að birtast fyrir enn sko 2008, 10, 12 eitthvað svoleiðis. Þannig ég sé svolítið eftir því að hafa gefið konunni þessi ráð, þannig orðið fórnarlamb eigin bjartsýni. Og nú veit ég ekki hvað fólkið þannig að hvort að börnin eru þannig ennþá í Argentínu, það veit ég ekki. En ég hef fulla trú á Argentínu sem því framtíðarlandi sem hún einu sinni var. Það nú mörglum sem eru þannig sem hafa óteljandi möguleika en þeir eru ekki nýttir. Landgæðin þarna eru stórskostlega og menningarlífið stórkostlega. Hvernig er þetta annað en elska land þar sem fólk dansar tango út á götur sko. Fjölbreytileg mannflóra frá öllum Miðjarðarhafslöndunum sem var byggt upp þarna stórkostlega menningu. Segðu. En varðandi ef ég má spyrja þig sko til þess að reyna að skilja svona efnahagsstefnu mína í og af hverju menn eru og ég býst við að þessu menn í Hvítahúsinu, einhverjir af þessum morons sem að þar eru, sem að vísa einmitt til hans sem að hann sé að gera snjalla hluti og benda meðal annars á það að verðbólgan hafi fallið úr 190 niður í 100 eða 90, man ekki alveg hvert hlutu það er. Er það þannig að segjum að við vildum vera með verðbólgu hér og við bara hættum að greiða út ellilífeyri og við rekum 20% af öllum kennurum og gerum eitthvað svona, að þá getur vel verið að verðbólgan lækki við það, að bara minni peningar sem fara út í kerfið. En það er náttúrulega, þetta er ekki eðlileg lækning á, þá er eiginlega betra að lifa með verðbólgu og sómasamlegt samfélag. Að sjálfsögðu, það er miklu dýrar að sjá gamalt fólk með því að gera það bara svona jafnt og hægt og örugglega, að mikla hleypur kostnaðinum, að setja einhvern hluta þessa fólks út á guð og gaddinn og ætla svo að grípa til björgunaraðgerða síðar. Þannig að það er íta þessu bara yfir á fjölskyldunar og það er fjölskyldur sem að geta séðum. Og það er þess vegna bara alvarleg eftirköst sem að bíða þess sko þegar það gera þar hreint eftir. Stórkostið svona niðurbrot á samfélaginu sem á eftir að koma eins og sleggja í andlitið á Argentínumunum. Já, það er mikil eftirköst sem eftir að fylgja því að taka til eftir Milei. En þetta er stefnan sem að sko Trump er að reka og hann hefur sett Elon Musk yfir sérstaka stofnun sem er eiginlega ekki stofnun en mjög flókimál til þess að raunverulega bara skera niður og berja og brjóta því að allt sem að allt ríkisvaldið sem hafi verið byggt upp á 20. öld til þess að kannski svona sem afleiðingar af því að almenningur náði einhverju völdum í bandarískum stjórnmálum, það voru byggður upp stofnanir til þess að tryggja völd, réttindi og kannski bara lífskjör almennings að þau vilja brjóta þetta niður. Já, ég segi þessum sem Bandaríkin eins og Argentínu að ég vona því að því fylgi alvarleg og dýr eftirköst að taka til sko eftir að ferli Trumps líkur og megi honum ljúka sem allra fyrst. Svo er náttúrulega getur verið að það er nú svolítið þannig, eins og vorum að segja að víða lönd sem að löndin hafa mikið að tækifærum en nýta þau ekki vegna þess að völdin er í höndum stjórnvalda sem að hafi ekki endilega almannahag fyrir brjósti eins og nefndir landeigundunar sem að náðu bara að standa við hliðin á náttúruuppsprettunni eða auðlindauppsprettunni og fengu drukku sér satta af því og var alveg hjartanlega sama hvernig Argentína byggðist upp. Við erum með þetta ástand myndi við halda í Rússlandi í dag. Þetta voru menn sko sem að hafðu kynnar sínar með sér þegar þeir fóru í vetrarsvíð til Evrópu. Svo að börnir hefðu almennilega mjólk að drekka í ferðarleginu. Það þyrfti ekki að drekka evrópska mjólk. Já, en þessi siður hefur nú lagst af sko. Og það er meiri jöfnur í Argentínu núna heldur en var því að landareignunum var skipt upp sko í smærri einingar svo að þetta heitir landreform. En þegar að Trump setur á 25% tolla á evrópska vörur sem að hann mun líklega gera, kannski ekki á allar vörur en þú veist, hann slæðir svolítið í og úr, hann er erfitt átt að segja þessu, allavega bíla og eitthvað svona. Viðbröðin eru alltaf svo að Evrópa setur þá tolla á, þannig að alveg sama hvort þetta sé byrjunin sé skynsum eða ekki. Að afleiðingin er alveg svo sama. Að sjálfsögðu og bara við höfum reynslu af þessu því að 1929 skella Bandaríkjamenn þingið með staðfestingu forsetans á tollum og þeir sem urðu fyrir barðinu á
álagningunni, þeir svöruðu sömu mynd og það er eins og við mannin mælt að næstu 3,5 árin og eftir að þá minnkaði umfang viðskipta í heiminum frá hverjum mánuði til hins næsta. Og þannig að sumir segja að ein aðal ástæðan til þess hversu heimskreppan var djúp voru þessi hroðalegu mistök Bandaríkjanna að bregðast við upphafi kreppunnar með því að leggja á tolla. Þau gerðu illt margfalt verra. Og þetta er skoðun sem hefur verið studd sterkum rökum. En auðvitað lagðist fleira á sömu sveif. Svartsýnisæði sem reyði yfir hlutabréfamarkaði og þess að bæði í Evrópu og Ameríku. En tollalækkunin var alvarleg skýrsa og þetta er bara stendur í öllum kennslubókum og byrjendum í hagfræði og en svo er annað í þessu sko. Ástæðan til þess að allir nefnendur í hagfræði vita það, jafnvel þóttir viti fáttana, er að þegar tollar eru lagðir á að þá valda þeir sumum skaða og þeir hagnast öðrum sko. Nefnum að það er þetta að sína fram á það með einföldum reikningi, sko, aðferðum bara sem ná 200 rattur í tíman, að skaðinn er ævinlega meiri heldur en ávinningurinn. Og þetta er bara, sko, ein af aðal reglum, sko, hversdagslegrar velferðarhagfræði. Og það að, sko, að forseti Bandaríkjanna sem er hagfræðingur að mennta á pappírunum, skuli kalla tolla fallegasta orðið í orðabókinni. Það sýnir það að hann misti af þessari aðalleksíu og þá er hann væntanlega að mista af öllum hinum. Og það er þess vegna sem hans nánustu samstarfsmenn sem er kalla hann bara idiot, sem hann er. Já, þannig að sumir eru þannig að fólk sem að þekkir viðkomandi ekki kallar á idiot, eins og kynnast þeir honum og átt að því að hann er ekki algjör idiot, en það er eiginlega öfugt með Trump. Það er algengt að fólk sem að taldi var eitthvað vit í honum og þegar kynnist honum að þá kemst að hann er idiot. Það er bara þannig, ég er ekki skoðun, þetta er bara, ég er bara að vitna í staðreyndir. Þetta er gott. Þetta er einsland. Herðu, en það má rekna með að verði tollar í Evrópu og þetta er komið ljós. Þetta er komið ljós hvernig Íslendingar kom út úr því, hvort að við fljótum með Evrópusambandinu eða við getum með þess að klemst á milli einhvern veginn, komið ver út úr þessu, þetta við værum hlutið af Evrópusambandinu, þannig það eftir að komið ljós, þannig við getum ekki spáð fyrir það. En það er annað sem hefur áhrif á efnahag Evrópu er raunverulega Úkraína og það að Bandaríkin hafa ekki kannski lýst í yfir að þessu hættir að stiðja Úkraínu en ég held að Evrópumenn séu farnir að gera ráð fyrir því að það geti verið niðurstað og þá þurfum við Evrópumenn að efla sínar eigin varnir og jáfnvel 5% sem hafa verið talað sem var krafa frá Trump til NATO-ríkjana að þau myndu eyða 5% af landsframleiðslu í hernað sem eru sko geta verið allt upp í af ríkisútgjöldum geta verið bara 15%. Það sem eru 40% ríkisútgjöld og þannig að þetta mun hafa stórkostleg áhrif á efnahag og bara uppbyggingu Evrópu sem er víðar en á Íslandi sem er svona innviðaskuld. Það hefur verið bent á það að Evrópa þyrfti raunverulega að fara út í eitthvað svona átak til þess að efla bara atvinnusköpun og framþróun og rannsóknir og eitthvað fleira ættu að vera í því en ég meina ef að hernaðurinn byrjar að soga til sín peninga frá slíku og líka frá velferðarkerfunum að þá bara, og svo eru tollanir, þá margt sem betur til þess að sko stefna Trump sé að hafa sko gríðarlega efnaðslega áhrif á Evrópu. Já, hún getur gert það ég tók eftir því að í gær að það var haft eftir forseta Þýskalands. Það sagði ekki grunaði mig að ég ætti eftir að lifa þann dag að við þyrstum að verja Úkraínu gegn Bandaríkjunum. Og sko, mér sýnist að Evrópa hafi sofið á verðinum með því að halda áfram af áratug að lokinni heimsstyrjöldinni síðari við að reiða sig á varnir Bandaríkjanna á kostnað bandarískra skattgreiðenda og til þess að hlífa evrópskum skattgreiðendum. Þannig að meðvitund Evrópumanna sko það að varnir kosta sérstaklega maður á sko ofbeldisfullan nágranna eins og Rússar hafa sýnt sig vera aftur núna síðustu 10-12 ár að þá sko
er Evrópa í erfiðri stöðu núna þegar hún stendur frammi fyrir þessum hugsanlega raunveruleika. Við erum eftir að spyrja að leikslokum. En eins og þú segir, Evrópa stendur frammi fyrir því að leiðtogar stjórnmálaflokkana þar þurfi að finna leiðir til þess að sannfæra almenning og skattgreiðendur nauðsyn þess að leysa Bandaríkin á hólmi og kosta því til sem þarf til þess að halda upp í hliðstæðum vörnum þeim sem að við höfum gengið út frá sem gefnum hlut sumpart að kosta Bandaríkjana alveg frá 1945. Og eitt af því sem að gæti gerst það að skattgreiðendur segi nei, sko velferðarmálin og heilbrigðismálin og menntamálin og samgöngumálin og svoleiðis eru bara mikilvægar en svo að við getum leyft okkur að leysa kanan af hólmi í varnarmálum og þá náttúrulega eru varnir Evrópu ekki eins tryggar og þær voru og þá er bara spurning það hvort Rússar telji sig þá eins og margir segja að þeir vilji gera að ráðast á fleiri lönd heldur en Úkraínu. Sko, það eru nefnilega tilskrifaðu texti eftir rússneska ráðamenn, til dæmis Medvedev, fyrrverandi forseta, og Lavrov, núverandi utanríkisráðherra, sem eru til á rússnesku. Það sem til lýsa þessu, hvernig þeir telji að ekki bara Eystrasaltslöndin heldur Pólland, bara tilheyri Rússlandi. Þannig að þetta er hérna bara næsti bær við að lýsa því yfir að það þurfi að endurreisa gömlu Sovétríkin. Og Pólland er núna sko eitt mikilvægast og fínasta landið í Evrópusambandinu og í NATO. Og við stöndum frammi fyrir hættun á því að skattgreiðendur í Frakklandi og Þýskalandi og Bretlandi segir svo já, sko, Pólland er ekki okkar mál. Og sjáðu bara hvernig þetta rímar við atburðina á fjórða áratögnum. Og þetta er ókvæmlegast ástand sem að ég man eftir að hafa lifað á minni tíð, sko. Og það er allsendis útilokað að spá fyrir hvernig þetta þróast á næstu vikum og mánuðum. Það er þannig að löndin eru með ólíka hagsmuni og ólíka öryggishagsmuni og það er bara þannig að sá sem er í Portugal, svo fyrir bara lengst í burtu, að hann telur ekki sé mikil hætta á innrás Rússlands inn í sitt land, en sá sem að býr í Póllandi telur það að vera bara mikilvægstu hagsmuni og allt annað verða að víkja, velferðarkerfið okkar, atvinnuuppbygging, við gleymti að tala þessa hluti nema við verjum okkur. Svona talar Kaja Kallas, fyrrverandi forsætisráðherra Íslands. Hún talar reyndar að verði ekki friður í Evrópu fyrir að verði tekist að brjóta Rússland upp í smærri einingar. Nei, og það gæti gerst innanfrá. Það er mikil órói núna í Síberíu og í suðurhlutum Rússlands vegna þess. Hver er heldur að síðu sem að Rússar senda í grjótmölinsvélina í Úkraínu? Að það eru fólk sem á ekkert undir sér í Síberíu og Suðuríkjónum. Næstum engin ungir menn í Pétursborg eða Moskvu þurfa að berjast í Úkraínu. Já. En þetta er staða sem er í Evrópu og einhver leiti þá, ég ætla nú kannski aðeins að skjóta þegar við nefndum Pólland að á þessum blaðamannafundi sem að var á skrifstofu Trump, að þá tók hann sérstaklega fram að hann var mjög ánægð með Pólverja og myndi verja þá. Það var af því að þeir höfðu aukið svo mikið framlög til hermála sem að sömuleyti þýðir náttúrulega keypt meira dót af Bandaríkjunum. Og einhver leiti kannski lítur Trump á þessa kröfu og Evrópumenn sem efnahagsaðgerð innanlands að auka framleiðslu í Bandaríkjunum. Segjum að 5% af landsframleiðslunni fari í hernað í Evrópu, að þá vel líklega 2/3 af því til kaupa á bandarísku dóti. Þú manst hvað Greenspan, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, sagði í sjálfsæfisögu sinni. Hann sagði það er vandræðalegt að það skuli þykja orka tvímælis en ég verð að viðurkenna það að Íraksstríðið snerist auðvitað bara olíu. Sagði seðlabankastjóri Bandaríkjanna bara skömmu eftir að stríðinu lauk. Og hann er eini hátsettu opinberi embættismaðurinn, stofnmálamaðurinn í Bandaríkjónum sem hefur viðurkennt það sem við vitum öll. Og sjáðu nú, en akkur heldur að Trump hafa áhuga á Grænlandi.
og það kemur að berlega í ljós að hann vil sölsa undir sig helmingin af öllum náttúruauð í Úkraínu. Og það undir þessum... Það áhugi hans á Úkraínu. Já, og það nákvæmlega. Þannig í þeim skilningi... Hann hefur engan áhuga á því að verja úkraínsku þjóðina eða líðræði eða frelsi eða svo kvöldu okkar gildi. Nei, að sjálfsögðu ekki. Og þetta er bara ein myndbirting þess hvað náttúruauðlindir geta verið svakalega hættulegar, bara velferð almennings. Ef að stríðið í Úkraínu að þróast upp í átök milli Bandaríkjamanna og Rússa yfirráð yfir verðmætum náttúruauðlindum Úkraínu sem eru þjóðareign Úkraínumanna samkvæmt alþjóðalögum. Ég man ekki, var ekki einhver í Afríku sem sagði það að þjóð mín hefur verið blessuð með því að við eigum enga olíu. Einmitt. Það getur verið hættulegt að verða að fá áhuga stórveldana. Já, mjög. Og við erum lausið það við engin áhuga á fiskinum okkar. Nema Trump telji að Ísland sé bara botlangi á Grænlandi. Já, ef hann héldi því fram að þá enginn í kringuminni Hvítahúsinu til að benda honum á að svo ekki, sko. Ég hef pröfað að segja það við fólk að Bandaríkin skilgreina Ísland sem sitt áhrifasvæði. Já. Og við þurfum enga varnarsamning til þess að Bandaríkjaman komi hingað ef eitthvað seilist hér til áhrifa. Þeir munu gera það hvort sem til að verja sín eigin öryggishagsmuni. Kannski. Það ég hef verið að pröfa að segja þetta að því að eins og þú bendir á að það svona óljóst, það augljóst að hann lítur svona þannig á Grænland. Já. En við vitum ekki alveg hvort að Ísland sé grátt eða hvítt eða svart á þessu tálborðið hans. Já. En við höfum ekki sambærilega auðlindir eins og hann að sækjast eftir í Grænlandi og í Úkraínu. Nei, ég held að ef við ættum góðmálma að jörðu þá hefði meiri áhuga á því heldur en bara á fiski og vindorku en það er hræddur við vindmyllur. En ef fer sem horfir að verði settir þessir tollar á og síðan svara með því bæði í Evrópu og í Kína og það dregur úr heimsviðskiptum. Já. Og heimsviðskipti eru bara einn helsti aflvaki batnandi lífskjara í heiminum undangengina áratugi í krafti tollalækkana. Það var trúið að því að vera forseta friðar. Nákvæmlega, peace and prosperity eins og sagt á ensku, go hand in hand, að þá bara stór hætta á ferðum. Og hvernig ef ég á þess að ég ætla að ringi þig eftir 5 ár og rukka þig spáina. Bara ég spyrði hvað gæti gerst? Segjum að verði 25% tollar á milli Evrópu og Bandaríkjana og leið og Evrópa sittur á tollana, þá gefur líklega Trump aftur í. Og sama verður með Bandaríkin og Kína. Þá bara þrótturinn dregin úr hluta alþjóðaviðskipta sem hafa verið aflvæki lífskjarabóta á síðustu árum. Þannig að kjör fólks munu skerðast eða minnstakosti batna minna en þau hafa gert að jafnaði og fólk mun bara finna það á eigin skinni og vonandi rísa upp í krafti lýðræðisins. En varnarstaða fólksins veikar en áður var vegna þess að lýðræðið haltrar mjög í Bandaríkjunum aðalega. Já, það þá að því að við erum fámenn þjóð sem mjög háð utanríkisviðskiptum að við kemum illa út úr þessu, en svo kannski lönd eins og Kína sem að hafa kannski stærri innanlandsmarkað heldur en nokkur annar og sömuleyti hefur manni stundum heyrst að svona þeirra næsta stóra skref væri eiginlega bara að rækta innanlandsmarkaðinn. Að þeir myndu ekki leggja sömu áherslu á uppbyggingu alþjóðaviðskipta þeir hafa haft hingað til, þó þeir sé ekki að yfirgefa það. En þá lítið þeir á að þessi stóri innanlandsmarkaður sé ákveðið verðmæti eða ákveðið svona jafnvægistæki. Já, og það væri þá þessi stóru lönd að það yrði minni afleiðingar þar inni heldur en hjá okkur miklu minni, smálöndur miklu háðari alþjóðaviðskiptum heldur en stærri lönd. Til dæmis geta Íslendingar ekki framleitt bíla, það er óhugsandi. En Kínverjar og Bandaríkjamenn með framleiða bíla í stórum stíl, þannig að stóru löndin eru í betri aðstöðu til þess að skjóta sér undan og skaðlegum afleiðingum minni viðskipta í kjölfar tollastriðs. En það samt ekki Bandaríkjamönnum enga rétt til þess að þeir eru stórir
að þeir megi þá hef ég að tollastríð, sko. Ég spyr ekki heldur ekki að því hvað, hvort það hafi rétt á ykkur eða ekki, sko. Við lifum náttúrulega í slæmum heimi, sko. Það sem að þeir sem hafa mestu völdin komast ansi upp með margt. Já, við síðaði stjórnmálamenn að forðast slíkar hugsanir, en það á bara ekki við núverandi Bandaríkjaforseta. Þú dregur upp mjög dökka mynd af Hvíta húsinu. Það er samt ekki að sjá að í Bandaríkjunum sé að verða til einhver vakning. Það er ekki að sjá að Trump hafi gengið fram að þjóðsinni eða... Ekki enn. En sko meirihluti republikana í bandaríska þinginu í báðum deildum, hann svo naumur að þeir getur mist hann bara með aukakostningum vegna þingmanna sem að falla frá eða þess aftar, sko. Þannig að það er óvíst að við þurfum að bíða í 2 ár eftir því að demokratar nái meirihluta í annarri minnstakosti eða báðum deildum þingsins og hafi þessuna sterkari stöðu til þess að koma í veg fyrir að það séu enn fleiri vitleysingar skipaðir í dómarar í Bandaríkjunum bara með því að neita slíkum tilnefningum staðfestingar í þinginu og eins bara standa upp í hárinu á forsetanum. En líka þetta er bara svo yfirgengilegt sem er að gerast núna að ég myndi ekki skjóta lokum fyrir það að þingi gerði það sem að gerði við Nixon en tókst ekki að gera með Trump að setja hann af áður en hans 4 eru liðin á valdastóli. Vegna þess að þetta er bara svo yfirgengilegt. Það er svo ofboðslegt og þetta sjá næstum allir í Evrópu, samt ekki alveg allir og það hljóta fleiri augu bandarískra kjósenda að opnast þegar menn sjá hvað þetta er grótest. Svo það bara byrjunum fyrsti mánuðurinn eða 6 vikurnar á nýjum forsetaferli Trumps. Það er miklu svakalegra heldur en eiginlega bara allt. Kjörtímabilið fyrsta frá 2017 til 20 var hjá hann. Og ég er samt að tala mann sem mælti með stífluveiði sem lækningu við heimsfaraldri. Og hann er bara búið með 42 daga af hvað allir það sé 1480, ég kann ekki alveg 365 sinnum töfluna. Já. En hann er kannski búið, hann er ekki búið með 3% af sínum Nei, ég veit tíma. Ég veit. Ef þú vilt efla kvíða. Já, ég veit það. Þá er það bara þannig. Já, og svo virðist varaforseti vera á sama húsi, sko. Já, en það valinn af Trump. Já. Það var í skrítið af að þar færi mikill mannkostamaður. Já, mikil óskap. Herðu, ég segi gaman að fá þig, en við erum ofta að tala. Ég segi að við ættum að taka upp slagorðið á samstöðunni létt spjall heimsendi. En við erum í alvörunni að reyna að halda upp í svona eðlilegu samtali þótt að við séum að tala þung alvarlega hluti. Já. Bara takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma. Alltaf. Herðu, ég ætla að sitja hérna áfram og við sem erum með viðtölin hérna, við erum alltaf að skilja hennar heim sem við lifum í og höfum alla undan vegna hann er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.